Mér langar ofboðslega mikið til að biðja borgarfulltrúa að ganga inn í sal borgarstjórnar. Það er ofsalega gott. Þá berum við upp 17. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. nóvember sem niðurfelling viðauka við samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar vegna fullnaðarafgreiðslu afgreiðslna menningar- og ferðamálaráðs. Þeir sem að samþykkja það vilja gefa merki. Við erum að bera upp 17. lið úr fundargerð borgarráðs frá því 7. nóvember. Það er samþykkt með, vill fólk gera upp hug sinn? Hver eru með því? Það er samþykkt samhljóma. Við berum upp 18. lið sem er frá fundargerð borgarráðs frá því 7. nóvember sem eru breytingar og samþykktum minjasafns, listasafns og ljósmyndasafns Reykjavíkur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Það er samþykkt samhljóma og við berum upp síðasta dagskrárlið sem er 27. liður fundargerð borgarráðs frá því 7. nóvember sem er lögður 87 eignarnám umferðarkvaða. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti? Make up your mind. Það er samþykkt með 10 atkvæðum gegn 5. Og hvað? Já, ég man eftir því. Þá er þessum dagskrárlið lokið. Við förum í 5. dagskrárlið og leggjum fram fundargerð borgarráðs frá því 14. nóvember og þá er borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir sem hlusta. Ég kem hér upp eins og kom fram undir fundargerð frá borgarráði 14. nóvember síðastliðinn og tel ég ástæðu til, kem þá aðalega kannski sem formaður íþrótta- og tómstarráðs og svo formaður skíðasvæðanna á höfuðborgarsvæðinu. En á þessum ágæta fundi borgarráðs var meðal annars lagt, undir 8. lið borgarráðs, í fundargerð borgarráðs lagt fram dómnefndarálit opinnar hönnunarsamkeppni viðbyggingu og útilegu við Sundhöll Reykjavíkur og ber því að fagna mjög spennandi tímar framundan og langar mig með leyfi forseta að lesa upp bókun frá bókun Samfylkingarinnar, Besta flokksins og Vinstri grænna frá borgarráði. Borgarráð fagnar niðurstöðu úr samkeppni útilaug við Sundhöllina og felur umhverfis- og skipulagssviði að hefja þegar undirbúning að framkvæmdinni í samræmi við fjárfestingaráætlun borgarinnar. Já, og undir lið 14 í þessari sömu fundargerð, þá var lögð fram drög að samstarfssamningi sveitarfélaga rekstur skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins dags 2013 ásamt fylgigögnum og bréf samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu dags 9. október 2013. Mér finnst þetta mjög mikilvægt og mikilvægur árangur sem við erum búin að ná þarna fram. Við erum að tala hérna 30 ára samning. Þar er talað uppbyggingu á þessu fallega útivistarsvæði sem við höfuðborgarbúar eigum nálægð við og þarna fer fram mikið og gott fjölskyldusport og þess vegna tel ég að þarna höfum við náð mjög góðum samstarfssamningi bæði fyrir borgarbúa og bara á höfuðborgarsvæðinu yfir höfuð. Og kemur meðal annars fram í bókun borgarráðs með leyfi forseta. Borgarráð lýsir yfir ánægju með nýjan samstarfssamning rekstur skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, hér eftir nefnt SHB, sem tekur mið af úttekt innri endurskoðunar á rekstri og stjórnsýslu skíðasvæðanna frá ágúst 2012 og leggur áherslu á að öll sveitarfélög sem eiga aðild að samstarfssamningnum séu sammála eftirfarandi atriði: að eigendavettvangur skíðasvæðanna fari með eftirlit með rekstur skíðasvæðanna. 2. Að framkvæmdastjóra ITR ber hönd SHB til að taka stærri ákvarðanir gerð samninga á grundvelli skilgreindra innkaupaferla. Og í 3. lagi fjárframlög til reksturs, framkvæmda, viðhalds og tækjakaupa skíðasvæðanna árin 2015 og 2016 eru háð fyrirvara fjárhagsáætlun fyrir þessi ár og að lokum 4. liður eignarhlutir aðildarsveitarfélaga í fjárfestingum í mannvirkjum SHB sem verða til á gildistíma samningsins auk fyrir fjárfestinga skulu skráð hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig. Lestri lýkur. En sem sagt,
fagna þessu fyrir hönd borgarbúa. Sundlaug og skíði, það er frábært. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið.